Já, við þurfum bara þessa 5 hluti. Viðnámið hér, ljósstafaviðnámið þetta hérna, transistorinn hér og liðinni hérna, söguliðin. Ok, þá skulum við bara henda þessu upp. Byrjum bara að setja söguliðanstöður í. Hann þarf að fara hérna yfir skurðinn af því að þessi 5 leiða og svo 5 hérna hinum megin og við smellum honum til dæmis bara svona í og við sjáum hérna að þetta spólan hérna og ég sé hérna í pinnana hérna undir, tegna þessu upp. Hér eru pinnar, hér eru pinnar og hér eru pinnar. Ok, transistorinn, þetta er ekki að tekið þannig að sé sundur, þannig að lappirnar séu, það sé hans lengra á milli þeirra. Það er svona, þá sjáum við betur hvað skautir hvað. Sjá, svona. Hérna lengst til hægri, hér er beisinn, miðjan er kollektorinn og hér er emitterinn. Og svo kemur þetta ljósstafavirði hérna bara beint í beisinn, lengst til hægri hérna. Það er bara hér beint í beisinn og hér er bara tengipunktur, svona. Og setjum plusinn hérna og mínusinn hér og það verður bara úr sem tengipunktu hérna, þetta viðnám hérna. Og bara í plusinn hérna. Svona og bara svo koma svona í þú þarf að klippa af þessu komast í svona beinan hluta á vírnum hérna svona, komum við í hérna þannig að plúsin höfum hann hér, þetta rauða og hann er alveg hingað hérna miðju kortinu hingað, þessi lína hérna ysta er plús og svo fáum við þann græna vír hérna og höfum hann hérna megin og höfum nullið hér og þá er þessi ysta hér, hún er 0 alla leið hingað svona, ok þá er bara að tengja hérna liðan, seguliðan hérna sem þetta er spólan og hún fyrir þá bara beint í plús hér hérna, til hluti hér þú erum við hérna, tengja seguliða beint í plúsin og síðan fyrir hinn endur á seguliðanum beint inn í kollektorinn hérna það er það hér spóluna hérna yfir kollektorinn í miðunni svona og síðan setjum við emitterinn sem er lengst í vinstri hér beint til jarðar nullið svona, ok nú bara kveikjum við á spenningjafanum og prófum þetta já, ég er með vélina tilbúna hérna í svo svona, nú er bara komið að rásin virki og síðan tengjum við asið og peruna inn á seguliðan og þetta virkar ekki sjá hvað er vitlaust hjá okkur já, þessi er ekki sambandi þess að viðnámið er bara þessu lofti stíkum hérna í svona og setja hérna skugga yfir hættir að draga setja ljósið á, dregur myrkur, dregur ekki ljós, dregur þess að viðnámið leiðir nú er myrkur, leiðir ekki kemur ljós á, það leiðir það ok við skulum bara zooma eins út og hérna og sjáu hérna sem sagt er DC spennugjafinn hér er AC spennugjafinn og nú þurfum við að tengja hann í peruna á svo snertur þarna við þurfum að tengja hérna sem sagt við ætlum að hafa þannig að peran logi þegar það er myrkur þeir eru 2 vírar það er nú bara annar peran fyrir hitt svona hér er peran og hún fer þá bara í snertuna sem er normally closed og það fer hérna megin í hér er bara asið inn á þetta ok þannig að núna er sólin að skína nei, þetta er
þetta er vitlaust öryggið, hann á að vera hérna. Hann er normally closed þarna, er það virkilega rétt? Nei, jú, það er svoleiðis. Ok, þannig núna sem sagt, núna er sólin að skína, ekkert ljós á perunni. Svo kemur myrkrið, þá logar peran. Svo ætlum við að mæla núna hvaða ljósstyrkur er hér á þegar að hérna, þess að við ætlum að mæla luxin. Þetta hér er svona luxmælir, eða ljós, birtumælir. Hérna er nemin, þetta er hérna hvíta, og hérna sjáum við tölurnar. Nú er þetta hérna 400 lux cirka, þurfum að segja þessu. Lux. Nú setjum ég hérna skugga rólega yfir viðnamið. Nei, það þarf að fara yfir neman líka. Það er svona blað hérna, og þetta skugga hérna og að fá þetta jafnt yfir skuggan. Og þið sjáu þetta alltaf lækkar. Hérna kveikir hún. Sjá. Röðum peruna þannig að hún sé aðeins frá. Hún sé ekki að lýsa á neman. Svona. Við 100 lux kveikir hann. Hérna, gefur nóg ljós, svo lækkar birtustigið síðan á því. Hérna eru 230 lux, 160, 190 lux, cirka 90 lux sem að byrja að kveika. Okay? Þannig að þetta er svona ljósnæm rás sem að mæli luxin eða nota mismunandi ljósmagn til að breyta viðnáminu í viðnáminu og draga liða sem að kveikir þá ljós með rafmagn úr allt öðrum heimi. Þetta ASI er algjörlega ótengt. ASI er algjörlega ótengt DSI-inu. Ok, takk fyrir.